Tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn fyrir 2 umferðum, þann 20. í sögu félagsins. FH-ingar voru með 3 stiga forskot á Þrótt í öðru sæti og gátu því tölfræðilega mist sætið, en þar sem þær voru með mun betri markatölu eða 18 mörkum meira í plús var það afar ólíklegt. Katrín Ásbjörnsdóttir, sem hefur ekkert getað spilað á tímabilinu vegna meiðsla, byrjaði leikinn hjá Breiðabliki en fékk heiðursskiptingu strax í upphafi. Katrín tilkynnti í vor að þetta yrði hennar síðasta tímabil og skórnir nú komnir upp í hillu. Hún spilaði 215 leiki í efstu deild fyrir KR, Þór Káa, Stjörnuna og Breiðablik og skoraði í þeim 93 mörk. Þá á hún 19 A-landsleiki og 1 landsliðsmark. Gestirnir úr Hafnarfirði skoruðu fyrsta mark leiksins. Það gerði Maja Loren Hansen á 12. mínútu. Samantha Smith jafnaði 2 mínútum síðar og 1-1 stóð allt þar til á 70. mínútu þegar Birta Georgsdóttir kom Blikum yfir. Andrea Rán Snæfell Hauksdóttir jafnaði á nýjan leik á 81. mínútu en Heiða Ragney Viðarsdóttir skoraði sigurmark Breiðabliks á 89. mínútu. 3-2 urðu lokatölur og Breiðablik endaði frábært ár þar sem þær urðu einnig bikarmeistarar með sigri. Við vildum klára þetta sigri, við höfum satt verið að rúlla hópnum mikið, þannig þetta er líka bara, við erum búin að vera í hörku prógrami en ég er bara virkilega fegin að klára með sigri og það skiptir aðalmáli að við erum Íslandsmeistarar. Erum að kljást við Blikana í allt sumar og förum í bikarúrslit og erum ekki langt frá þeim í lok tímabils, þannig að endum með silfur í deildinni og erum bara gríðarlega stolt og ánægð. People were saying what we could do better from last year, and I said the only thing we can do is win the double and go unbeaten. Going unbeaten is always going to be difficult, but winning the double, yeah, it's special, very special. Þróttur vann Val 1-0 og Víkingur og Stjarnan gerðu 1-1 í jafntefli. Þróttur endaði í 3. sæti, Stjarnan í því 4., svo Víkingur og Valur varði í 7. sæti. Besta deildin tilkynnti í morgun 5 leikmenn sem voru tilnefndir sem þeir bestu á tímabilinu, en það voru leikmenn deildarinnar sem kusu. Auk Örnu Eiríksdóttur, FH sem er komin í Vålerenga í Noregi, og Keiti Kosens hjá Þrótti voru 3 Blikar á listanum. Agla María Albertsdóttir, Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Birta Georgsdóttir. Þær 3 fengu líka allar verðlaun í dag. Agla María átti flestar stóðsendingar á tímabilinu, Berglind Björg var markahæst, en það var Birta sem var kjörin besti leikmaður tímabilsins. Ég bara eiginlega trúi þess ekki, þú veist, ég var bara í sjokki hérna kantinum þegar þetta var tilkynnt, en þetta var bara mikill heiður og bara já, mikill þakklæti. Þú veist ekkert við þessu? Nei, ég hafði enga trú á þessu. Það var efnilegasti leikmaður tímabilsins einnig verðlaunaður og sá kom úr röðum FH, nefnilega Telma Karen Pálmadóttir. Ég get ekki sagt að ég átti eitthvað vona því, en þú veist, maður bara stendur sig vel þá uppskilur maður svona. Þú ert hérna valin efnilegust og svo ertu í hópi A-landsliðsins, hvernig tilfinningar eru það? Sko, þetta er náttúrulega algjör draumur og bara markmið sem ég held að allir séu með, þannig að já, ég er bara mjög sátt. 3-2 sigur hjá Íslandsmeisturunum sem fengu skjöldin afhentan við mikinn fögnuð í Kópavogi.